Ef ég veikist, ef ég hrapa, ef ég hrasa, ef ég dett. Ef ég heiftarlega kvefast, ef ég keyri upp á stétt. Ég heiti Arna Skúladóttir og sérfræðingur í barnahjúkrun og vinn á Barnaspítala Hringsins og rek þar göngudeild fyrir foreldra barna með svefnvandamál. Ég heiti Rakel Jónsdóttir, ég sérfræðingur hjúkrun nýbura. Ég starfa á vökudeild Barnaspítalans og göngudeild Barnaspítalans sem ég sinni aðallega fyrirburum og foreldrum þeirra. Hér mætti ég í dag ásamt Rakel til að halda smá námskeið. Brjóstamelkjan náttúrulega sérhönnuð fyrir barnið. Hún bæði næringarlega rétt samsett, hvað varðar hlutfall prótína, kolvetna og fitu. Og svo hún líka, inniheldur hún líka mótefni sem geta dregið úr sýkingarhættu. Almennt svefnvenjur eru mikilvægar, já, og þá maður að tala hvar þau sofa til dæmis á nóttina. Það ekki gott að börn sofni fram í stofu eða hér og þar húsið. Það bara á við þau eins og okkur að við sofum betur ef við förum á einhvern ákveðinn stað til að fara að sofa og líka ákveðinn tíma. Venjur fyrir svefn skipta líka máli og þú gerir ákveðið svona ritúal áður en barnið fer að sofa. Það skapar ró og lætur bara líkamann fara í ákveðið ástand þó að barnið sé hugsanlega ekki dóðlega hrifið að því að fara að sofa. Þá getur það sett líkamann í ákveðið ástand að við erum ekki eins óhress með það að fara að sofa. Það talað að börn að byrja að borða fyrir 6 mánuði á fasta fæðu og þá maður að byrja á einhverjum svona glútenlausum grautum, svona mjöli. Þá oft talað hirsi eða bygggrauta, þunna, vel mauka, svona eftir þroskastigi barnsins. Að hugga grátandi barn, það fer eftir á hvað aldri þau eru. Hugadreifingu örugglega fljótlegasta huggunarleiðin. Að sem sagt, þú skilji hvað hugadreifing það að skipta umræðefni og láta þau sjá hvað nýtt. Með pínulítið barn þá það nú oft erfitt en maður þarf að hafa í huga að kenna þeim meira ró. Barn þurfa oft meiri ró og slökun. Við viljum oft grípa í það að hugga þau með í sjálfum sér of áreiti, áreitaðu meira. Og það virkar oft á þeirri mínútu en það sem virkar á þeirri mínútu eins og bara með margar hluti, það þarf ekkert að vera gott til lengdar. Þannig að maður þarf að skapa ró. Það þýðir að draga úr áreitum. Áreiti eru birta og hoss eða hreyfing og svo hávaði. Þetta sjón og heyrnar og svo snerti áreiti. Maður þarf að draga úr þessu öllu. Þannig að best að ef maður svona vel stendur þá auðvitað best að taka barnið aðeins afsíðis á rólegan stað, dempa ljósið, tala rólega við eða syngja fyrir það og hreyfa sig mjög rólega með það í fanginu. Rugga því eða bíða því einhvern veginn.